Ég heiti Magnús Þór og ég húsmæðarmeistari og einn af 3 eigendum Aleblis byggingarverktaka og sem sagt framkvæmdastjóri þess félags í dag. Ég var svolítið spenntur fyrir þessu, kannski aðalega því að ég var á þeim stað að ég var að leita mér að einhverju til þess að fara að skoða skilurðu, til þess að festast ekki í þessari stöðugu daglegu rútínu, reyna að fara að stíga einhvers staðar út. Þegar ég hitti Brynja þá fann ég svona loksins að það var ekki verið að selja manni þetta, skilur, heyrðu, þú fer í þetta prógram, kostar svona og þá ertu bara útskrifaður, skilur. Það var eitthvað að biðja Brynjar sem sagði mér það að hann myndi ekki hræra í sama nautakúknum eins og allir aðrir, skilur. Það reyna bara að selja eitthvað prógram og þá ættu allir að vera útskrifaður og allt dött, skilur. Hann var alveg tilbúinn að fara svona aðra leiðir, segja bara að segja þarf, skilur. Að nálgast hennar geira á þessum forsendum held ég einaviti, hvort sem það í svona byggingageira, jarðvinnugeira eða einhverjum smiðjum, eitthvað svoleiðis, Það er svona, það nennir enginn að hlusta á einhvern nautaskít alla daga, Því við vitum bara við sem erum í þessu, allt svona einhvern þvaður og bull, það kostar bara pening og það er ekki verið að framleiða neitt á meðan. Þess vegna held ég að þessa aðferðir eins og Brynjar beitir, sem geta verið mjög umdeildar en það virkar vera mig. Svo þegar maður þegar hann fer aðeins að bora í þig þá finnur maður að hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann er ekki, þetta er ekki kuklari, hann hefur mikla reynslu og mikið og gott nám á bakinu og búinn að vera rosalega lengi í þessu og stúdera þetta heldur vel. Mest hefur þetta hreyft við manni í svona kannski samskiptum við svona annað fólk og maka og börn og samstarfsfélaga og annað slíkt. Þessi meðvirkni hefur minnkað voðalega mikið, Það er svona þægilegt bara að segja, bara að láta þetta slæta og eitthvað svoleiðis, skilur. En það er náttúrulega skilir einhverjum árangri.